á brúnina. Ég fer úr Dóni. Já. Spurði Snædísi. Það voru að segja það. Já, nei, Júsi, hann með myndavél. Hér allt í hershöndum. Flott. Flossi komið nú líka. Já, auðvitað. Já. Er þetta ekki Bergþóra? Nú þurfum við að fara að taka þetta. Jú, ég taka mynd af veisluborðinu. Sem öll systkini sáu saman um. Afmælisbarn, vinir Herdísar eru vinir Hafnarfjarðar, auðvitað. Og það er mjög ánægjulegt að fá að vera hérna með þér, Dísa. Og ég var að hugsa til afmælisins sem þú áttir þegar þú varst, hvað hefur verið, 22 ára þegar þú vorum út í London. Þegar hjónin bjuggu hjá afmælisveislu. Og þá sýndi Herdís strax hvað hún væri góð í utanríkisþjónustuna. Ég mæli eindregið með þegar hún er svo fjölhæf manneskja og þegar hún beitir sér í diplomatinu þá bregst hún ekki. Við buðum manni til kvöldverða með okkur og við vorum þarna tvö Herdís og ég og Herdís. The pilots, they don't see the Icelandic mountains, they fly into them, they fall down in there, they don't like Iceland. Og hann keypti þessa hugmynd, þarna sjáum við þið strax hvað var frábært í diplomatinu sem við vorum að byrja í leiklistinni. Auðvitað hinnaði hann alltaf upp úr skólanum í skólanum og það var mikil eftirsjá þegar Dísa hvarf heim eftir allt og stuttan tíma við nám í London. En ef hún hefði ekki gert það, þá værum við líka fátækari í dag að komum fram á mönnum í þessari leiklist. Og hér á eftir, ég ætla nú að fylgja heilræðum Bernard Shaw sem sagði, það er eitt sem að veislustjóri á að ég kom þessu litla verki, innvortis verki. Og ég sé, er þetta hægt? Já, þetta er 19 ári verki. Og ég þetta bara aðspyrðu sem eitthvað ég veit að það er rættist. Nei, það getur verið sjálfurlega veik og þá er þetta að leika. Og það var ekki sér, það var uppsett, hlóðuð og við erum að leika. Og svo
sé ég það, hvað manneskjum er vísum að við héldum áfram og áttum yndislegt leikferðalag. Ég man alltaf eftir því hvað Herdís hún getur verið skemmtileg, við vorum lengi á Akureyri og þá fórum við niður og að borða í borgarunnar hádegismat og Herdís er nú aldrei orðmann, hún kann mikið að tala og skemmtileg og eftir þessu samræðum og þá bendur hún svona og segir svona ekki orða núna, fólki sem er bakið okkur það er búið að vera til heima um einhver tíma og aldrei svona orðbakt við annar. Ég verður svona að kíkja yfir öllum og segja, það er svona finnst þið nú ekki næra fólki bara að borða heima í hljóður eða svona dýra máltíða? Já, það er... Hvað með það? Þetta ekki standa þetta svo yfir? Það eru nokkrir skrá sem ég vil geta á mér en ég ætla fyrst að bjóða hingað upp ungum leikurum sem að eru sumir enn í leikskóla, aðrir nýútskrifaðir. Þeir heita Hilmur Snær og Sveinn og Hinrik Ólafsson. Síðasti hérna, ég bið um að koma hingað strákar og þeir ætla að heiðra Herdísi með söng, gjörðu þið svo vel og við skulum hilsa þessum ungum mannum með góðu klappi. Virðing að spila eftir lag sem sömdu við texta Jóns Karpinssonar. Hér eru tilvonandi leikarar, einn útskóðar og þeir getur sagt að við séum unga kynslóðin. Takk að við, gerum kannski ekkert síðan. Lítið lag sem heitir Söknuður. Það er ljóð Jónas Karpinsson. Hei, hei, mann ég þig meira.
Man ég þig, man ég þig, man ég þig, man já hvort ég man. Takk fyrir. Nú, svo ég nefni kannski enn af því sem ég minnislegst af Ferdi Herdísar, þá það frábær leikur hennar og Gunnars í fríleiknum Rekkjunni sem þau gerðu frægt á sínu tíma og fóru með og léku víða. Nú eru þau aftur saman á Litlasviðinu eins og þau vistir í Ástarbrefum þar sem við ætlum að heiðra hann annað kvöld og Herdís hressar nokkru sinni fyrir. Og það einmitt þessi lífskraftur og frískleiki sem alltaf hefur einkennt Herdísi bæði sem manneskju og leikkonu. Þú sagðir við mig einu sinni Herdísi viðtali sem ég tók við hér leiks frá Þjóðleikhússins fyrir allmörgum árum. Þá spurði ég þig hvort þú ættir einhver Óskarhlutverk. Þú sagðir þá ekki lengur, en gaman væri nú að fást við grísku harmleikina. Þurftum að gefa þér 32 gríska harmleiki og að sé nú kannski svona fyrst aðalega til athugunar og til lestra að þá ekki vita nú að við sjáum þig í einhverju þeirra fyrir en aðrir. Gjörðu svo vel. Mig langar að biðja þig að byggja frá Þjóðleikhúsinu þessa blómakörfu með heillaóskum, virðingu og þökk til þín frá okkur öllum og ég þakka þér framlagið til Þjóðleikhússins. Það heiður að hafa þig þar ennþá starfandi og fyrir framlagið til íslenskra leiklistar. Fyrir Herdísi. Lengi lifi. Húrra! 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 Áður nætti ræðmaður kemur hérna Afi Tíka syngjum fyrir hann að hún á afmæli í dag og það er nóg að forsöngúri hérna og við viljum nú byrja að Björn og Björn tónin 1, 2 og hún á afmæli í dag, hún á afmæli í dag, hún á afmæli hún Herdís, hún á afmæli í dag. Klappa fyrir hún. Já, Herdís, siglan í Herdísi og krafturinn, Eljan, sem algjörlega ódreifandi, það minnir mig á fræga nöfnu Herdísar og mann skildi vel til því. Það var svo fræga og það má segja að þar hafi skattin kannski ömmu sín að mættu stáðinu til. Það var Herdísavík og Sundla sem var að hella á Færey, svört og rolla sem lagði út úr Suðurlandið og ef hún hefði fengið að ráða þá var allt sem hann búið hér en þá þurftu nefndin að heita þessu stórkostlega nafni Herdísavík og Sundla. Endaði með því að hún var skotið úr flugvél í klettunum fyrir ofan Herdísavík. Mér finnst það rétt að við getum líka minnst þennan Herdísavík og Sundlu. Já, gleymdi þá gleymdi, segjum við stundum. Já, og þá var það næst, hann Kjartan Ragnarsson leikstjóri, gjörðu svo Kjartan. Herdís mín, mér langaði að koma hér og færa þig kveðju okkar í leikfélaginu. Þakklæti fyrir allt sem við hefum bæði séð til þín gegnum tímina, átt og allt með þér saman og mér langar að rifja það upp hér og nú að þó Herdís hafa átt sín stærsta starfsdag í Þjóðleikhúsinu
þá það með Herdísi sem margt annað að það byrjar margt annað gott. Það byrjar og kemur frá leikfélaginu. Herdís byrjaði sitt starfsdag hjá leikfélaginu í Nýhús 1941 og eftir nám í Englandi 45-46 þá starfaði á næstu ári hjá okkur og hóf þar til glæsta feril. Var einn af kynnsinsverunum sem fóru með ljósið neðan úr Iðnó með ljóshús og að Herdísi hefði því miður haft minna að segja í starfi heldur sem aðdáandi og áhorfandi í leikhúsi. Ég segi Stefán, ég minnist minna stærstu stunda í að upplifa leikhús sem ungur maður þegar ég var að fá ást á þessar listgrein, þegar ég horfði á Herdísi í Maggi í Sáningaást og í Gísl. En síðan átti ég eftir að njóta þess einstæði að Herdís gaf mér kost á því að koma og starfa með mér í einni sýningunni í Iðnó. Hún fékk aðalhlutverki hjá mér í Græstuðu barnaláni í Iðnó 1978. Herdís mín, ég fangaði bara að koma hennu, vitaði kveðju okkar, takklæti og aðeins ofurlítið virðing á loft. Kæra þakkir Herdís fyrir allt. Herdís ákaflega mikil gæfumanneskja og rík. Hún á svo fjölhæf börn og barnabörn eins og við vitum allt og nú ætlar einn af barnabarnsmennar, Hannes Þorvaldsson, sellóleikari, að koma hérna og leika fyrir okkur vini Herdísar og vini Hafnarfjarðar og almennina. Og hann 12 ára gamall, gjörðu svo vel Hannes. Ég var að hérna blessa að þau, hann eins og ljóðæri. Hann 10 ára. Já, það var ekki. Já. Jæja, ég vilji heilsa listamanninum. Ég kemur hann.
tekur undir hjá 19. sveiflunar. Fyrirgefðu. Mamma. Snædís. Hvað hartast þú núna?
Edda Þórarinsson skemmt vel. Bjó hér í Reykjavík, það eiginlega dálítið von. En þegar Grant skoðað, þá kemur á daginn þegar það skoðað þarna fjallaðum tvær manneskjur, reyndar hjón, nefnilega manninn hennar Jónínu og hans Jóns. En þegar textinn ekkert skoðaður Grant, það má í rauninni lesa út úr að Jón hefur mér krall. Og það réttlætt við þennan flutning gerist. Til hamingju með daginn til. Fara út í buskan senn. Eitt víst að ég hér. Maðurinn hennar Jónínu hans Jón. Ég reykti í eitt handalón. Og nú kom ég fram á svið að sækja tósk á mig. Nú sæk ég hann til Jóns og Steindórs krónu kvartinni. Ágjöf að húsgaut í Vesturbæjarins. Það sem vestlað nú hann Halli fóran inn. Það var sagt við mig daginn að ég setti svip á væginn. Ég maðurinn hennar Jónínu hans Jón. Þegar kem ég kjörf og það, kýs ég ætt á réttum stað. Krota krossinn vís í haldi. Ég maðurinn hennar Jónínu hans Jón. Ég varla kjósa framsókn mér til Jón. Ég einar mangir svon, hann harðastar í svon. Ég sonur höfuðstaðar eins og auðví ekki brón. Svona gamall eins og grönnum á má sjá. Ef ég margar borgarstjóra fórstum á. Að frá Krútt og ofan í Bjarna, það voru örlög skipta þarna. Ég maðurinn hennar Jónínu hans Jón. Tvænast vorum koma síðan aldrei heim. Mér og góð, ein nóg. Ég maðurinn hennar Jónínu hans Jón. Hún jafnframt mest í skörungur og sprón. Hún þykir þokkaleg, hvað það veit ég. Það víst einhver násemd sem mér ósýnileg. Hún ennþá meira íhald en ég Þegar á að kjósa svón skipar ég. Kjóstu engan kratagosa, hvað á Jónínu hans blosa. Þú ert maðurinn hennar Jónínu hans Jón. Og þú ert maðurinn hennar Jónínu hans Jón. Þú ert maðurinn hennar Jónínu hans Jón. Nú, okkur langar til þess að halda örlítið áfram og það Bergþór Pálsson sem ætlar að heiðra þig hér í dag sérstaklega Dísa mín og við ætlum að rifja upp nokkra romantíska, já við getum kallað á slagara næstum. Þeir eru fyrir löngu búnir að syngja sig inn í hjörtu þessara þjóðar, þeirra sem eru komnir af því aðréttasta skeiði. Við kannist lög. I like to be in America, okay, but be in America, everything's free in America, for us both free in America. I like to be in America, okay, but be in America, everything's free in America, for us both free in America. Most people live on a lonely island, lost in the middle of a foggy sea. Most people long
for another island. One never knows they would like to be. Bali, may call you any night, any day. In your heart you'll hear it all. Come away, come away. I will whisper on the wind of the sea. Here am I, your special island. Come to me, come to me. Bali, 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 Some enchanted evening, you may see a stranger, you may see a stranger, you may see a stranger, across a crowded road, and somehow you know, even that somewhere you'll see her again and again. Who can explain it? Who can tell you why? Who'll give you reasons why and never try? Tonight won't be just any night. Tonight there will be no morning sun. Tonight, I'll see my love tonight, and flowers, stars will stop where they are. Today, the minutes seem like hours, the hours go so slowly, and still the sky is dark. Oh, moon, grow and make this endless day, endless night wonderful sound I ever heard. Maria, 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 Maria. All the wonderful sounds of the world in a single word. Maria, 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 Maria. Maria, Maria. Maria, I've just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying.
I'll never stop saying, oh, Lisa. I like to be in America, okay, but be in America. Everything's free in America, Florence must be in America. I like to be in America, okay, but be in America. Everything's free in America, Florence must be in America. Já, ég þakka ykkur fyrir. Þetta skilur lega svona Tengdasonar veginn. Það nú ekki allir sem geta bóttið þetta fyrir og samt að straupurinn heiminn. Þó er mér sagt að vægi og einhverju veikum skar ekki fröð. Mín ræða verður bara brota af ræðunars blossa. Leiðir okkar Herdísar hafa aðallega legið saman tvennar skoðir. Í fyrsta lagi það sem okkur ekki voðalega vænt sameiginlega, það flokkurinn okkar. En Herdís ein af þeim góðu konur sem hafa alið fyrir honum býsta lengi. En það margs áhrif konunnar og kröfuhörsku. Hún eiginlega búin að breyta þessum flokki mín með einhverjum náttúruverndarsamtök. Hinn félagsskapurinn, það sem við hittum bara næst í daglega, það Sundlaug Vesturbæjar. Og ég hef uppboð frá Sundlaugargestum til þess að við færum alveg sérstakar kveðjur frá þeim exklúsífa félagsskap. En hann svona mig aldurinn aðeins að færast yfir og hjónin aðeins að daprast. Ég man eftir því að Bryndís segir þá sögu af mér að þegar ég sá einhverja stelpu þegar maður náttúrulega sitpa þarna á miðjum Laugarmarginum, þá hnippti ég í eitthvað og sagði, hvaða stelpu er þetta? Þetta er nú Herdís landingur. Það margs það, að hún er ekki bara glaðlynd, heldur er hún, já, eins og ég sagði, bara eins og stelpa, læsverðin stelpa. Þriðji félagsskapurinn sem ég nú ekki með í, það auðvitað Víóland, hinn náttúruverndarsamtökin, og þar var Bryndís með í stjórnleikustímann, og þar sem hún núna stöðs í Kína, þá bað hún mig það að ámyndja mig það þessum degi að muna nú að mæta og muna að færa Herdísi bestu kveðjur sínar. Og jafnframt, þannig ég að lokum, þannig ég heyrði að Stefán var að gefa þér 35 rækjadígur og að gefi skinn að þú ættir að fara að byrja að leika þær svona á seinni hálfleiknum. Og þá var það okkar ráði að við keyptum hérna grímu sem þú getur þá notað í harmleikjum. Þetta er eftir Margréti Jónsdóttur, borgarlistamann Akureyringa. Við þakkum formanni Alþýðuflokksins og ég fullviss það að þó að allir fjúki úr flokknum þá kíkur aldrei Herdís að sinni grein. Og þá það Yngvi Þorsteinsson, náttúrufræðingur, gjörðu svo vel. Kæra Herdís og ágæta samkoma. Ég nú tileinast að það konur hér í salnum að láta frekar stinga þessi ponsu, ég það nú sannlega ekki gera það. Það er búið slá hér á marga strengi, bókstaflegri merkingu og bókstaflegri. Ég heyri það að Herdís hafi leikið í 120 hlutverkum Þjóðleikhúsinu einu saman og hvað meira. En það er einn hlutverk sem að hefur ekki verið getið. Og ég tel að þessi samkoma er engan veginn fullkomin og þetta afmæli er engan veginn fullkomnað. Þessi dagur er ekki til enda runnið með sæmt nema að átt það sér vilt. Og það er það hlutverk sem að Herdís hefur leikið á stóra sviðinu, stærsta sviðinu sem hefur leikið á. Og það er sviðið Ísland og sem að Jón Baldvin tæfti aðeins á og hann hefði nú
komið við sögu í sambandi við samtökin Líf og Land. Það óhætt að segja það að Herdís hefur verið gríðarlegur baráttujaxl, ef ég má nota svona orð, ekki beinlínis í þeirri merkingu, Herdísinn, heldur sem vegna þess að hún svo beinskeytt. Þetta hlutverk sem ég held að ekki kannski erfiðasta hlutverk sem Herdís hefur leikið, því að hún þarf að skrifa textan sjálf, hún hefur ekkert svið, uppsett, hún hefur enga leikstjóra til að stýra sér í þessu hlutverk. Og hún hefur gert á þann hátt að hún hefur gengið beint að efninu með reiskilni, eins og Flossi myndi þá að væri tekst fyrir að einum og óttaleysi. Annað einkenni á þessu hlutverki Herdísar sem ég veit að þið munið. Þetta, svo sem að tekur þátt í þessu hlutverki, aldrei klappaður. Það raunar aldrei klappað fyrir honum. Í versta tilfelli fær hann einhverja skammir. Og svona kílega orðin svo Flossi til bandaði í hennar garður. Flossi skilur nú líka hvaða vandamál utan ræður. Og þú var eitthvað held. Ég á að skila þér, færa þér kveðjur, elsku Herdís, frá öllum þeim sem hafa verið í flokki með þér í þessari baráttu og þú hefur raunar staðið fremst. Ég held að fáir hafi gert jafn mikið af, við skulum segja, leikmönnum til þess að vernda náttúrulega landa og sérstaklega gróðurfari. Og ég ætla ekki að hafa eftir þau orð sem að ég heyri stundu hjá vissum stéttum manna þegar Herdís skrifar í dagblaðinu. Og anskotin er hún komin á vettvang. Og það segir sína sög. Hún er komin á vettvang og hún hefur komið á þennan vettvang til að vera. Ég hef rauninni engu við þetta bæta, Herdís. Ég hef stundum verið svolítið leiðilegur þegar við verðum að ríkja til minn klukkan 12:30, hálf 1 á næturnar og fá eitthvað skólan á. Ég skal viðurkenna það, ég kom á þann aldur. En í Guðanabænum, Herdís, mér ríktu svo oftast og svo seinast. Og mér þykir alltaf ég að bættu það og ég byrði bara fyrirgefa hvað ég hef vont fyrir lítið þolumál. Ef ég væri Ísland og ef Ísland mætti tala, myndi ég segja: Elsku Herdís mín, þakka þér fyrir mig. Svo einfalt þetta. Ég gæti rétt ímyndað að það væri hérna heilmóðsfjörsteinn, ég veit svona miklu mörg, en ef það væri eitt frá samtökum sauðfjárbænda, þá myndi það hljóma einhvern veginn svona: Bíddu bara, við bjóðum þér aldrei í kjötát. Eftir svona mótið við borðum lambakjöt, vegna þess að hún segir að við það að éta lambakjöt fyrir hvern bita svona á mannjókum, þá verið 2 rollur settar á að hausti og Guðrún Sáru að Símona var náttúrulega á móti kjötáti líka og var alltaf að tekast að vera á mótið mjög ákveð. Ég sagði einhvern veginn: Já, en heyrðu Gunnar mín, þú borðar samt, ég tekið eftir, þú borðar lambakjöt. Nei, ekki mikið, ég borðar svona eina kóturötu eða allt. Ég segi: Já, hvernig áttu lambakjöt þetta er eina kóturötu skúður hann til Guðrún. En þessar ágættu konur hafa átt þetta sameiginlegt að vilja fyrir landsins og það er mjög ánægjulegt. Og við Herdís erum alveg sammála það. Við erum ekki láta rónaga landið og ég í hestar sem ég hef átt að innan girðingar. Herdís á, eins og ég sagði áðan, ákvæmlega